Já, komið sæl. Sýnir Egils á Samstöðin á sunnudegi. Ég heiti Sigurður Magnús og gegnt mér situr Gunnar Smári bróðir minn, semst Egils sýnirnir. En gestir okkar í dag eru Jóna Benediktsdóttir, formaður stjórnarskrárfélagsins og Sanna Magdalena Mörtudóttir, forseti borgarstjórnar og Jón Trausti Reynisson, ritstjóri Mannlífs. Við erum alltaf velkomin. Takk. Eru búin að fylgjast með þingi Miðflokksins? Ég lét mig hafa það lesa ræðuna Sigmundar Davíðs eða þegar hann úrdrátt sem var birtur. Já, ég samt verða viðurkenna, ég svona hlífi mér oft í þessu en ég lét mig hafa það í morgun og var auðvitað svolítið undrandi eða svona eins og maður þegar maður les þetta. Ekki sammála. Já, ég var svo hugsi yfir því. Sigmundur Davíð segir, við höfum að hætta öllu rugli sem við erum í núna og styðjast bara við heilbrigða skynsemi. Heilbrigða skynsemi hvers? Hver ætlar að vera sá mælikvarði? Ekki að skynsemina sína í. Já, það hans? Eða, ég bara... Já, ég var að hlusta á þetta í morgun, byrjaði að hlusta á ræðu formanns, hann var endurkjörinn. Byrjaði að hlusta, hann var að tala um skynsemishyggju og þjóðrækni. Það væri lykilhugtökin í hans ræðu og bara almenn og heilbrigð skynsemi ætti að fá að ráða för og hann var mikið að taka dæmi af því sem ekki hefði gengið upp á hans mati hjá fyrir ríkisstjórn og var dálítið að tala um það, bara fortíðina og bara mála upp einhverja mynd að fólk hafi ekki verið skynsamt og svo byrjaði hann að tala um Ísland sem svona í rauninni stóra fjölskyldu sem þyrfti að standa saman, sína samheldni og tóku þetta þemað fyrir komu fólks hingað til land sem að væri ekki með íslenskan bakgrunn, væri erlent fólk og hann svona talaði að það væri mjög slæmt og við þyrftum að standa vörðum ákveðin svona gildi. Þannig að hann alveg með þessi þema og hreinu sem hann tekur upp, við þjóðin þurfum að standa saman, gagnvart utan að komandi þá skaðlegum öflum. Hann átti eina góða línu sem ég fannst hann dálítið svona skondin með orðstundum að talaði síðan heilbrigðiskerfið að það þyrfti ekki niðurskurð heldur uppskurð og með alls konar svona línur en ég náði ekki að hlusta á allt. Ég var samt alveg búin að hlusta á held ég hálftíma en ég náði ekki að klára að hlusta á alla ræðina hans en þetta svona einmitt athyglisvert eins og þú segir, hvað almenn skynsemi, hvert viðmiðið og hvað það óskynsamlegt. Ég alveg viss að mér finnist ýmislegt skynsamlegt sem að hann örugglega ekkert sammála þannig að hver mælikvarðinn á það? Hann svona líka þetta svona Íslandi allt, hann svolítið mikið þar, svona þjóðrækni og... Það Sundaðs náttúrulega ekki mikið nýtt, hann hefur talað fyrir róttækri rökhyggju í mörg ár. En það sem manni finnst kannski að breytast núna að þeir eru Miðflokksmennir virðast vera miklu sjálfsörugar heldur en áður. Þeir eru upplifað sem svo að eins og Snorri Másson orðaði það í grein á Vísi þegar hann boðaði varaformans, var hann boða, að vindar breytinga í álfunni allri vinni með Miðflokknum. Alveg rétt. Og þetta það sem að maður sér sem svona kannski þá að upplifa sig á krossgötum, þá hann náttúrulega að vísa til án þess að nefna það sérstaklega hægri bylgjunar í Evrópu og ég veit ekki hvort hann taki Ameríku fleika með í þessu en þar eru aldeilis farið að gusta og komið upp í rók stefnir í farviðri þar með hægri bylgju. Þannig að það var kannski ágætt að lesa þessar ræður frekar að hlusta bara á þar. En ég held að það sé gagnlegt að gera bæði vegna þess að þarna fólk sem er greinilega að þróa sig mikið áfram og sérstaklega Snorri þróa sig áfram í þessari pólitísku tækni í greininni sinni á Vísitalanum að það eru breyttar miðlunarleiðir fyrir stjórnmál og við veitum svo sem nokkuð hvað við erum að tala um þar. Það er svona ákveðin tækni sem er nýtt í stjórnmálum erlendis og það sem er kannski nýjast í því er svona ákveðin upprópunaraðferð og alls konar leiðir til þess að fá athygli, ekki allar endilega jákvæðar og byggjast ekki allar á róttækri rökhyggju heldur. Ræðan þessi morgun, það sem ég sá henni og heyrði, þá svona býr hann til svona toppa, þannig að það með þess að fólk stendur upp og klappa fyrir honum og svona hann svona kann þennan leik. Þú gast ekki fylgst með þessu, þú varst upptekið vannað? Já, það er eitt sem að Snorri að gera. Ég sá svona myndir af
salnum. Þetta svona heldur svona, ég myndi segja þetta væri mest svona gamli kallar sem sitja þarna. Og það ef þú ert svona ungur og ert ávarpur á gamla kalla, þá mjög sniðugt fyrir að selja, ef þú ætlar að bjóða fram til varaformanns, að selja þá hugmynd að þú hafi svona einhverja leið að unga fólkinu sem að gömlu kallandi vita svo sem að þeir hafið ekki. Þannig að með Snorri spila svolítið inn á það. Þetta þekkt bara alltaf í fjölmunum, ég man eftir þessu þegar það var svona gamli kallar sem stjórna fjölmunum, það var alltaf svona yngri menn sem að komu og sögðust það var, kunna rosalega vel á samskiptamiðla og eitthvað svona sem að menn fundu fyrir svona vanhæfni kakvart. Þannig hann gerir það einhver leyti. En síðan er Snorri, Sigmundur þetta með heilbrigða skynsemi, sem þá líklega maður á að trúa því að þessi heilbrigða skynsemi hans. Þetta er svona kom ágætlega fram populísk svona hugmyndum að við eigum ekki að nota svona venjulega lýðræðislega umræðu til þess að komast að því, heldur það einhver sem tekur að sér að mæla fyrir skynsemina, þetta er svona eins og Trump gerir. Hann bara skynjar vilja þjóðarinnar og mælir hann fram. Þannig hann er svolítið þar. Með Snorri vera enn amerískari, Hann er svona eins og hann sækjum að vera Charlie Kirk. Blessuð sé minning hans og sem náði einmitt til yngra fólks og Trump þakka honum fyrir kosningasigurinn. Og mér finnst hann sækja mjög í þessa svona amerísku stjórnmál sem að ég veit ekki hvort það sé til útflutning. Þetta byggir ofta á svona þjóðernissinnari kristni, hvítri í Bandaríkjunum, hugmyndur efsta dag og eitthvað svona átök í öllum stofnunum samfélagsins að við verðum að vinna skólakerfið og við verðum að vinna fjölmiðlana og við verðum að vinna dómskerfið og stjórnsýsluna og þessi óvinir inn í landinu sem við verðum að berjast við, sem að grafa undan Bandaríkjunum eins og það eiga að vera. Ég veit ekki hvort þetta sé til útflutning. Og það er annað í þessu líka að tala um þetta sem að þú varst að segja að hann er upplifið, það sé verða breytingar í pólitíkinni. Það er víða má sjá það í Bandaríkjunum. Í Bretlandi til dæmis, í Frakklandi, í Þýskalandi. En í þessum löndum þá þá er þetta oft bundið svona svæðum sem að það er eins og í Austur-Þýskalandi sem er svæði vonbrigða eftir sameininguna þar sem að lífskjörin hafa ekki náð að lyftast upp og sömuleyti komu bara fyrirtæki að vestan og hirtu þar sem að hægt var að hirða þar. Við erum með norðurhéruðin í Bretlandi þar sem að hefur verið svona efnaðsleg lægð á þessum svæðum í kannski 40-50 ár. Við erum með mörg svona svæði í Bandaríkjunum, þannig að iðnbeltið allt þar er svona meira og minna. Og þar er góður farvegur fyrir svona hægri populisma, eins og Trump stundar, eins og Farage og Boris Johnson stunduðu, eins og Le Pen stundar, það er líka iðnbeltið í Frakklandi. Og svo Alternative for Deutschland. Ég kannast ekki við þessi iðnbelti á Íslandi. Ég held að svona mat þeirra sem hafa orðið undir á Íslandi sé líkara því sem við getum fundið bara í Lundunarsvæðinu eða á austurströnd Bandaríkjanna eða í París og nágrenni og þar eru stjórnmálin allt öðruvísi. Le Pen hefur ekkert fylgi í París og nágrenni, Farage hefur ekkert fylgi í London og nágrenni. Þannig að ég held að þessi svona hugmynd því að ég held að fólk hafa bara gleymt sér því að vera að horfa á YouTube. Við erum að horfa okkur á YouTubera í Bandaríkjunum og svona sem eru rosalega með allt saman á hreinu og halda að geti flutt inn pólitíska greiningu. Pólitísk greining er eitthvað svona sem þú verður að endurskapa í þínu samfélagi. Þú getur ekki flutt hann inn. Þú ekki frekar og getur flutt upp á Mortens á milli landa eða þú veist. En á sama tíma eru þið að tala að það sé verið að flytja inn svo margt erlendis frá til Íslands og að þeir einhvern veginn vilji gagnrýna það að sé verið að flytja inn einhver svona áhersla á einhver ímyndastjórnmála eða eitthvað slíkt og þannig að þetta er athyglisvert ef þeir eru að taka upp einhver aðferðafræði erlendis frá á sama tíma þeir eru að gagnrýna að það sé verið að taka upp stefnur og áherslur erlendis frá þannig að þetta fer ekki hljóð og mynd kannski ekki saman. Flytja náttúrulega inn antivókið og þá verður þeir að flytja inn vókið til að geta verið antivók. En er það ekki þannig að þeir viðurkenna ekki og telja sig ekki vera að flytja inn einhverja stjórnmála umræðu annar stað frá. Þeim finnst kannski, ég veit ekki hvort þeim finnst það í raun og veru eða hvort þeir vilja bara láta okkur finnast að þeir halda að þeir hafi fundið þetta upp. Ég ætla að segja ekki eins og Snorri, hann hefur búin að flytja inn áður þessar svona hugmyndir
auðkýfinga í Bandaríkjunum og þurfir ekki ríkið og svona bitcoin og hann er með podcast lengi. Hann bara amerískur, svona 98% amerískur. Já, en vill hann viðurkenna það, skilur það sem ég er að pæli, vill hann standa fyrir því að við sjáum að hann sé að flytja þetta inn einhvers staðar frá, eða eigum við að halda að hann sé bara að hugsa þetta upp sjálfur. Hann lifir náttúrulega í bandarískum kultúr. Já, og hann náttúrulega lítur á því að hann sé að svara ykkur úr sínu kultúr. Mér langar líka svo, þau eru 2 í framboði. Það er Ingibjörg Davíðsdóttir líka og ég hefði haldið að það veri sterkur leikur fyrir Miðflokkinn að kjósa konu eftir forsögun alltaf, Klaustursmálið og það allt saman Þannig að svo skrítið að þeir hafna konu eftir allt eitthvað. En þeir skamma sín ekkert nokkuð fyrir stöðuna. Þeim finnst þetta bara að ég var bara að tjá mig á bar það sem að ég má tjá mig sem fullur í góður að vinna hópi. Hvað annað fólk að til að taka það upp? Þannig að þú veist... Þeir segist að vera fórnarlömb. Nákvæmlega. Og líka með þessi orðræða svona að þeir búið við sífellda þöggun, það með ekki ræða hlutina, með ekki tala hlutina. En ég meina maður opnar flest alla miðla og þá sér maður þá vera að tala eitthvað, skrifandi greinar, birtandi myndbönd, mætandi í þáttum, takandi yfir orðið sífellt í þáttum. Þannig að það engin svona þöggun í gangi. En ég meina, ég veit ekki, Miðflokkurinn eitthvað sérstaklega með einhverjar feminískar áherslur í sinni stefnu? Já, ég ekki þessi þræðir eru svona samleikjandi íhaldsflokkar bæði í Evrópu og í Bandaríkjunum. Þeir eru frekar karllægir og ger út á svona afturhvarf til hefðbundinna kynjahlutverka og Snorri hefur sjálfur gert það, talaði að það sé æskilegt að konan sé að vinna heima en kannski halda úti kaffihúsi eða eitthvað þannig sem svona eigin projekti og það kannski það sem august nú við þetta að það virðist vera svona óformlegt bandalag á milli þjóðir, svona hægri þjóðernisstefnu Bandaríkin, Ungverjaland liggur við Rússland, það er svona gagnkvæm aðdáun svona einangrunar þjóðernishyggju þó það sé í sjálfsögur ætti að þýða að þú sért að einangraði frá öðrum en mér sýnist það nú helst ganga út á ákveðna stefnu í hvað varðar valdasamþjöppun að þetta virðist oft fara saman kannski vegna þess að þú þarft töluverða valdbeitingu til þess að breyta einhvern veginn gildismati heilla þjóðar og ná niðurlögum einhvers konar félagslega réttlætishreyfingar eins og við sjáum að gerast í Bandaríkjunum í dag bara þessa helgina og þá er Hvíta húsið að senda frá sér myndband þar sem að verið að boða þegar að leita uppi, nota ríkisvaldi til þess að leita uppi þá sem styðja andfasismann og þannig er það langt gengið. Ég er nú ekki að segja að Miðflokkurinn sé einhvers konar og svona valdsækin flokkur Sigmundur hefur nú verið forsætisráðherra, hann gekk nú ekki svo langt í hann vildi helst fá að ráða því hvernig byggðin leit út og það fór eins og það fór en þess vegna finnst mér áhugavert að sjá hvað Miðflokkurinn er að gera í dag og að sjá að aukinn framgang Snorra sem ég hugsa nú að verði ekki varaformaður lengi ef við sér ferilinn hans hún fannst ekki nú að vera fréttamaður á Stöð 2, hann vildi gera sitt eigið og stofnaði þar fjölmiðlafyrirtæki sem heitir Ritstjórinn hann náttúrulega var þarna, hann hafði engum að ritstýra en hann langar að vera stjórinn, hann langar að vera númer 1 og ég held að þetta sé bara svona millileikur hjá honum og hann muni fara í Sigmund mjög fljótlega. Ef hann verður kjörinn varaformaður þá er hann eftir að taka eitt trippið út. Það hefur komið fram í könnunum að kjósendur þarna eru kannski 70% kallar 30% konur sem að styðja flokk og að því að voru að tala að það hefði verið áferðarfallir að hafa konu sem varaformann að þá held ég að flokkurinn horfið kannski svo að við reynduð það 2021 og fengum bara ömurlega kosningu rétt sluppum inn á þing, muni getið því fengum bara 3 þingmenn þá voru blandaði listar og til dæmis í Reykjavík og fleira og ég held að þessi saga flokksins segi það að það hafi mistekist og nú keyrum við bara á kallana og það er náttúrulega óánægja, það er kannski það riðbeltið á Bandaríkjunum, það eru kallar sem að upplifa það að þeir ætti að hafa einhvern veginn meiri tækifæri í samfélaginu þessu konur að taka það frá þeim og það sé eiginlega riðbeltið hugans einhvern veginn sem að þessi flokkur ætlar að vera.
En ég talandi svona valdbeiting og svona, minnst það þeim hætti til þess að lýsa sjálfum sér eins og þeir verði fyrir einhverjum ofsóknum. Og þeir verði fyrir ofbeldi sem svona svipað og Trump og félagar sem einhvern veginn líta eins og þeir séu eiginlega þessi umsátur og þessi allir að reyna að meiða þá. Og miðflokkurinn og Sigmundur Davíð sérstaklega hefur verið þannig bara árum saman að þetta eiginlega samsæri upptöku á klaustri og það einhvern veginn allir á mótunum og sömleiti sækja þér svolítið í svipað orku og ef þú gerir þetta að þá ertu náttúrulega komið nálægt því að vera það sem að Donald Trump segir að hann bara þoli ekki andstæðinga sína og hann bara hati það. Og það er þetta miðflokkurinn langhatramasta aflið í íslenskum stjórnmálum en því miður finnst mér svolítið eins og sjálfstæðisflokkurinn vilji skotta þar á eftir. Já, en það ég er eitthvað aðeins að hugsa aftur þess að heilbrigðu skynsemi þannig að mér fannst þetta mjög sérstakt sko. Og ég var að hugsa ef að það er til dæmis mat heilbrigðrar skynsemi sem að einhvers staðar liggur að miðflokknum hafi ekki gengið nógu vel í kosningum 21 að því að hann var með konur í framboði þá er ég svona að hugsa sko hvaða skynsemi það er ekki svona mikið verið að horfa til þess hvað maður hefur gert það er ekki mikið verið að leggja saman það sem að við svona stærðfræðikennararnir segjum 2 + 2 verða 4 þeir eru ekki mér er mjög sérstakt að draga þá ályktun að þeim hafi gengið illa í kosningum að þeir voru með konur í framboði. Það er ef ég ætti að svara út frá Trump að þá er það vegna þess að við eigum að einblína á verðleika. En með þessu vóki sem við vaðið yfir samfélagi þá er verið að reyna að lyfta konum og brúnu fólki og fötluðu fólki fram yfir okkur kallana og þeir taka okkar sess meðal hans fyrstu sætin á listum miðflokksins og þessum að gekk okkur ekki vel. Þessum ætlum við núna bara miða við verðleika og það er okkar reynsla þegar við skoðum verðleika fólks að þá raða sér bara hvítir miðaldra kallar í öll sæti. Þetta er þeirra heilbrigða skynsemi En líka sko því þeir eru svo ofta gagnrýna það sem þeir kalla merkimiða pólitíka, það sé bara einhverju merkimiðar og ekkert innihald, það sé einhverju frasa notaðir en engin svona dýpri greining eða hugmyndafræðileg forsenda eða útgangspunktur en er ekki heilbrigð skynsemishyggja, er það ekki bara enn eitt merkimiðin, af því hvernig ætlar skilgreina það fer auðvitað eftir því hver er að leggja fram skynsemin og það fyrir eftir því hvaða veruleika og býr við þannig að það sem að skynsemi miðflokksins og skynsemi hans Sigmundar það þetta bara byggist á hans veruleika og hans stöðu í samfélaginu en ef hann hefði til dæmis ekki allar þær tekjur sem hann hefur eða ekki örugt húsaskjól þá væri hann væntanlega að leggja áherslu á aðra tegund af skynsemi til að stýra landinu og skipta gæðunum og þannig að það er athyglisvert hvað þeir eru uppteknir að því að gagnrýna það sem þeim finnst vera bara froða og einhverju loftbólur en síðan sér maður ekki sko hver greiningin á að vera skilgreiningin á þessa almenna skynsemi sérstaklega ef að kannski hópurinn sem að metur þessa almenna skynsemi er kannski ekki það fjölbreyttur og er bara frekar einsleitur En á pappírunum ætti að vera mjög mikið sóknarfæri fyrir miðflokkin þar að segja að það eru konur komnar í svona helstu valdastöður það hefur verið alveg gríðarlega fjölgun innflytjenda á Íslandi en ég held að það sem að Smára reykis eftir sé sko tilfellið öfugt við það sem í Evrópu að innflytjendur hérna er að vinna í ferðaþjónustu og það er rauninni ferðaþjónustan sem hefur bjargað þessu svæði þar sem jarðvegur miðflokksins ætti að vera sem frjálstur landsbyggðinni Sérstaklega Suðurlandi, það var nú sem þú kallar biblíubeltið Já, og þetta er fólki þar, Íslendingarnir þar versus þeir sem eru innflytjendur og ekki innlendir borgarar þeir eru náttúrulega hagnast töluvert á ferðaþjónustunni og það dreifist nokkuð mikið þeir sem reka hótel, veitingastæði eru með ykkur auka búgrein eða leigu út húsnæði sitt smíða skúra á svona kofa á landegninni sinni þannig að efnahagslegu hvatarnir eru ekki samhliða félagslegu hvatunum í þessu tilfelli hérna á Íslandi Svo er það því að þú nefnir sko við sjáum ekki þessa bylgju í skoðanakönnunum við sjáum hérna á Íslandi þá er það fyrst og fremst samfylkingi sem að aukaði fylgi sitt miðflokkurinn er yfirleitt undir kjörfylgi sjálfstæðisflokkurinn líka þannig að þessi sko bylgja sem að Snorri Másson sem get sjá, hún er ekki og að þú nefnir sko sérstaklega Suðurland sem að
að hefur verið sko, munið ekki eftir þessu kallað biblíubeltið því að þótti svona frekar svona íhaldsamara og þegar voru gerða svona kannanir og afstöðu til dæmis til innflytjandi og flera þá kom virtist vera að það sé að vera afstöðan svona harðari en ég held að Víkufrétti tók nýjastu Gallup-könnunina og þar sko samfylkingin með 3 í Suðurkjördæmi og Miðflokkurinn ekkert að gera gott mót þar og eiginlega í engum könnunum. Er þið með mann inni þar? Ég þarf eiginlega... Það Karl Gauti sem þeirra þingmaður í Suðurkjördæmi. Miðflokkurinn með 12% í Suðurkjördæmi. Var með 12%. Nei, með 11,8 var með 12%. Það eru bara með sama fylgi að voru með. Þannig að þessi bylgja sem alltaf verið að Snorri fær alls konar klappa á fundunum og það eru alls konar menn sem að ringi í hann og vinkonum út á götu og svona. En það ekki svona gott úrtak. Allir sem bara að skella þig, það ekki gott úrtak. Að ég sé þar alveg frábæra því allir að skella mig. Sann að þú þekki það væntanlega. Að fólk heilsa þér. Já, alls konar samtöl bara út allt í strætó og út á götu og svona, já, bara ég alltaf, maður þarf alltaf að venjast í, stýra ennþá að venjast í að fólk þekki mig ekki eitthvað svona, daginn var ég með húu og mér fannst ég svo ólík sjálfum mér og, en sko, mér finnst þetta athyglisvert, sko, að sjá þeir halda kannski núna einhvern veginn unga kynslóðin sé framtíðin og þeir muni einhvern veginn ná að ná til unga fólksins meira og það sé einhvern veginn leiðin fram á við og líka athyglisvert að sjá heitir hann ekki Bergþór Ólason, já, að hann hafi í rauninni sagt sér frá þessu, hann ætlaði að reyna að fara í varaformanninn en tekur undir það að félagar sé að kalla eftir nýjum áherslum og andlitum og eitthvað svoleið, sko. Þannig að þetta er þetta athyglisvert og athyglisvert líka því að maður pælir svo mikið í því bara hver er pólitík Miðflokksins, hvað er það sem þeir standa fyrir? Þú veist, það getur ekki verið að flokkur sé til staðar eingöngu til að mótmæla komu erlends fólks hingað til lands, þú veist, það hlýtur að vera eitthvað kjarni, hver er kjarnin? Kannski er það bara nóg fyrir það að það dugar þeim fyrir 7-8 þingum, það er bara fínt. En svo er líka annað að segja, því ég veist að þessi móti því að við breytum stjórnarskránni. Já. Ég held að þessi hljóta að vera bara fast á bremsunni þar. Já, potti. Þeir hafa allavega ekki svarað póstum stjórnarskráfélagsins, sko. Þeir hafa fengið ótal tækifæri til að tala við okkur. Það hefur ekki verið skortur á því. Við höfum sendt ítrekkaða pósta og þeir hafa ekki svarað því, sko. Engin þingmaður Miðflokksins hefur nefnt að tala við okkur, sko. Já, ég heldur, sko, er þetta ekki Þeir vil ekki breyta kvótakerfinu? Er þetta í afturhald? Þeir vil ekki breyta skattkerfinu? Þeir vil ekki breyta... En svo er það sem innflytjendur, við erum reynt svolítið að fá, hvað er það nákvæmlega sem við viljið? Því að sumstaðar sambærir flokkar út í útlöndum segja kannski við viljum bara reka alla innflytjendur úr landi eins og Alternative for Deutschland var eiginlega að segja. Farage var að segja hann ætlaði að reka nokkur 100.000 ef ekki milljónir úr landi. Trump segir það sama. En þegar maður er svona ganga á Miðflokkinn, hvað er það raunverulega? Ég meina ef það er innflytjendur að eyðileggja íslenska menningu, hvað er það sem við viljum gera? Það kemur ekki svarið alveg, við viljum setja úr landi 40.000 manns eitthvað sem að myndi halda að væri eðlilega niðurstaða með til þess hvernig Snorri talar að innflytjendur séu að eyðileggja íslenskuna til dæmis, hann heldur því fram, ekki bandarísk menning. Þannig það vantar oft svona, hvað er það nákvæmlega sem er, hvernig sjáu þetta fyrir ykkur? Hvernig er land hinnar heilbrigðu skynsemi? Það er á alveg eftir að segja okkur hvernig það er. En er það ekki líka, sko, þessi orðræða að það sé, hvað sann? Flóð innflytjenda til Íslands. Þetta byggir ekki á neinum gögnum þannig að það er kannski svolítið erfitt að segja hvað maður ætlar að gera til að bregðast við þessu ef að það sem þú ert að tala er eiginlega kannski, ef svo má segja, úr lausu lofti gripið, þá er svolítið erfitt að skipuleggja viðbrögð við því. Já, einmitt, sko. Þetta er ekki tölur á blaði sem að takast á heldur bara jafnvel tilfinningar. Já, oft að vitna í eitthvað, að ég hitt einhvern mann sem var frá Finnlandi og hann sagði þetta. Eins og Mætur Farage sem að var spurður, hvað hefur verið fyrir því að segja verið að setja sharia lög í London? Ég tók leigubíl og leigubílstjórinn minn sagði mér það. Já, frábært. Þetta er raunverulegt, sko. Já, þannig að sko, þeir geta kannski ekki komið með neina áætlun aðgerðir
af því að það sem þeir eru að setja fram byggir ekki á neinu nema bara einhverjum innri hugmyndum, ef svo má segja. En eins og eru allir sammála að sko, hér hefur verið mikil fólksfjölgun og innviðir hafa ekki staðið undir því. Og þá ertu með svona ýmsar leiðir, ein svo að fækka innflytjendum og senda þá 30.000 manns úr landi. Hinn að byggja upp innviðina til þess að taka á móti. Ég heyri til dæmis eins og talað íslensku kennslu og svona. Ég sé ekki tillögu frá Miðflokknum að stórefla íslensku kennslu til innflytjenda. Ég held að þurfi, að þetta snertir nú nálagt mínu hjarta, skólakona alla daga, að íslensku kennsla fyrir innflytjendur auðvitað mjög mikilvæg, en við þurfum held ég að horfa á því aðeins stærra samhengi, því að við fáum kannski til okkar 6 ára krakka í skólan sem eiga 2 íslenska foreldra, enskan þeirra samt sko ótrúlega sterk og jafnvel sterkari en íslenska. Og það ekki út af því að þeir eigi einhvern erlendan bakgrunn eða eitthvað slíkt, og það mjög mikið að 6 ára krakkar, maður sér það alveg, þeir leika sér stundum saman á ensku, að því enska eitthvað svona leikmálið sem í tölvuleiknum, að því krakkar taka þetta bara upp það umhverfi sem þeir eru mest í. Þannig að ég held að ég sannfærð og byggir það náttúrulega bara á minni tilfinningu í mínu litla umhverfi sem ég í, að það ekki innflytjendur sem hafa ekki fullan bakgrunn í íslensku máli sem gera það að verkum að orðaforði íslenskra barna hefur minnkað. Það amerísk kultúr sem flæðir yfir, sem grefur undan íslenskunni. En ég tók þetta bara sem dæmi að því að það hefur verið að talað aðlögun og inngildingu og allt þetta. Ég kannast ekki við tillögur frá Miðflokknum að stór auka aðgengi innflytjenda að íslenskunni, svo að ég geti farið út í bakari og talað íslensku sem að Snorri hefur kvartað yfir og þurfa kaupa snúðin sinn á ensku. En hvað ætla sko þessi flokkar að gera? Segjum að þeir nái markmiðin sínum, segjum að í einhverjum ólíklegum heimi myndi það gerast að allt á stefnuskrá Miðflokksins yrði að veruleika. Hvað tekur þá við þegar að sko að því auðvitað sé ég þetta þannig að sé verið að sitja fram eins og orðræðum að útlendingar séu svo slæmir, sé að taka allt frá okkur og þess vegna sé allt svo ömurlegt á Íslandi og þess vegna ef þú ert innfæddur og fátækur að það sé bara útlendingum að kenna. Þetta svona í grunninn þessi orðræða sem verið að styðjast við. Hvað ef að Miðflokkurinn og ungi sjálfstæðismenn myndu fá óskalista sinn uppfylltan og það yrði bara fólk reiki á landi eða hvað sem það sem að þeir vilja gera og við værum ennþá með sömu vandamálin því það ekki eins og leið og innflytjendur fara á landi að þá bara eitthvað hækki örorkubætur eða tekjur til örorka bara eitthvað 50% eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þú veist, hver þá lausnin? Verður þá ráðist á einhvern annan hóp og honum kennt að sé ástæða þess af hverju hlutunum gangi ekki nógu vel á Íslandi? Mér finnst bara athyglisvert, þú veist, ef fólk að stilla fram einhverjum hóp og segir hann vandamálið, hvernig sér það fólk fyrir sér, þú veist, mér finnst það bara athyglisvert. Það voru að koma nýjar tölur mannfjöldaspá Hagstofunnar núna í vikunni og ég man nú ekki nákvæmlega hvenær en innan einhverja 2 áratuga minnum ég að sé spáð að við verðum 500.000, 500.000 og svo stefnum við í 700.000. Ef maður skoða þessar tölur og skjölin sem þau eru með að baka við þetta þá sér maður að fæðingatíðni á Íslandi eitthvað kringum 1,56 og þeir reyndar eru með fæðingatíðina 1,68 af einhver ástæðu í útreikningunum. Þannig að þjóðinni með tímanum fækkar eða fólki fækkar á Íslandi ef það ekki innflutningur á fólki og það eru nokkuð þúsund á hverju ári sem koma inn samkvæmt þessari mannfjöldaspá og svo náttúrulega lífaldur hækkar og svo framvegis. Það er ekki hækkað svo mikið, við erum eiginlega stundum í stað. Já, þetta spáin gerir ráð fyrir því. En þarna sjáum við kannski svolítið vandamáli. Þeir eru að benda á þetta sem ég segi ekki orsök alls íls, en þeir eru að setja þetta á oddinn sem svona eitthvað aðalmál. Ef það ekki innflutningur fólki, þá fækkar okkur. Hvað gerist þá? Það alls konar áhrif. Þegar við verum ekki með kannski starfsfólki fyrir ákveðnar greinar. Á móti kemur að síðustu árin hefur þjóðarframleiðsla á mann ekkit verið aukast. Það einhvern veginn eins og þetta módel okkar sé svolítið svona bilað að það að vera til fjöldi láglaunastarfa
útlendingar koma og sinna þessum störfum, þeir eru erfitt með aðlagast eða finn ekki, eða það það sem Miðflokkurinn lýsir, þeir finn ekki kannski hvatan til að aðlagast eða hafa ekki tíma til þess að þetta eru svo miklir þetta eru svo örar breytingar. Það einhvern veginn erfitt að sjá hvaða lausn, eins og þeir að segja, það erfitt að sjá hvaða lausn eru þeir að koma með. Þessi tilraun samt í gangi í Bandaríkjunum, það vera bara valdbeita fólk og elta það, bara vera að leggja troll og handtaka fólk, setja síðan tolla sem við erum nú ekki að reyna. Og við erum eftir að sjá árangur, bara afleiðingar af þessu, hvernig þetta verður. Per se þá ætti þetta að hækka laun, ef fólki fækkar, framboð vinnuafls minnkar, þá ætti að hækka laun og þá ætti að geta hjálpað vissulega einhverjum. En hérna hefur kannski vandamál verið að fólk sem fættist hérna hefur ekki mikinn áhuga að vinna þessi störf, eins og í sjávarútveginum og fleira. Þannig að það er ekki lausn á þessu. Fæðingartíðni hefur fallið á Íslandi og líklega svarið frá Miðflokknum þannig að það sé ekki, leiðin ekki að flytja inn fólk, heldur verður við að búa til þær aðstæður að konur vilja eignast fleiri börn, og það stefnan hjá Le Pen og Meloni og mörgum af þessu flokkum út í heimi. En einhvern tímann fyrir nokkrum ára þá fór ég að leita í sögunum að hvenær slíkar aðgerðir hefðu skilað árangri, og það eiginlega ekki hægt að finna það. Þannig að þetta oft bara svona hugmynd að lausnin sé að konur eignast fleiri börn, og af hverju ekki fleiri börn, að það hafa verið lokkar út af vinnumarkaðin af einhverjum dýróðum feministum sem að selja það hugmyndum að það hafa miklu betra með því að fara út af vinnumarkaðin, þegar við vitum með almennri skynsemi að konur hafa náttúrulega miklu betra bara að vera heima og þjóna kallinni sínum eins og Guð vildi hafa þetta. Og raunverulega erum við inn í pólitísku umræðu sem á einhverju svona grunni. Sem svolítið sérstætt einhverjum hafi tekist að flytja þetta inn, því að ég held þetta hafi engan hljómgrunn hérna á Íslandi. Það eru einhverju svona 16-17% sem geta kosið þetta einhvern tímann, en ég held að það eina sem geti gerst, sem að við svo sem séð gerast, sérstaklega var þetta innflytjandi mál, að aðrir flokkar sjá á eftir þessum 4-5% sem má sjá í sveiflunni og elti það. Þannig að það verði kapplaup niður á botnin í ómennskunni og allir flokkar taki upp einhverja svona helviti stellu frá þessum flokkum og allt í einu bara missu við samfélagi. Kannski á svipaðan hátt á Bandaríkjamenn að horfa upp á það. Að þeir eru að bara missa þeir eru að missa háskólana, fjölmiðlana, þeir eru að missa réttin til þess að mótmæla. Núna þetta skilgreina að ef ég antikapitalismi þá ég óvinur ríkisins og það handtaka mig og það verið að senda fólk úr landi og það bara, bara við sem að fá njótum mannrétti, þetta ekki þið vegna þess að þið ekki skilið, vegna að þið eru andstæðingar ríkisins og þetta mennskan bara svo þunn skán. Þannig ef að flokkar sem upplifa sig ekki sem fulltrúa ómennskunar fara að taka upp ómennskunar eftir öðrum flokkum vegna þess að sjá eftir 3-4% atkvæði eitthvað staðar og bara ætla að vinna næstu kosningar eða eitthvað slíkt svipað á Mette Frederiksen sem við gert í Danmarku, að þá bara held ég að hætta á því að það geti súrnað hratt í skálinni. En ég held að segja svona sérstaklega forsendur, eitthvað félagslega forsendur fyrir því að hugmyndir stríðsmálar á þeirra Bandaríkjanna, þess að Hegseth eigi eitthvað erindi til Íslands. Ég held ekki, ég held að það bara ekkert erindi til Íslands. En ég nú var að fylgjast með hvort það væri komið nýja fréttir frá þeim, þeir, nei, bara spennan magnast. Við erum góð við það að láta allan þáttinn snúast miðflokkin. Við erum góð við þá að láta allan þáttinn snúast miðflokkin. Nei, ég ætla að ég fara að skipta gír, Með þetta einu við árum við förum úr miðflokksumræðinni, því þetta svo ótrúlega áhugavert, af því maður spyr sig, af hverju þið að þessu? Þetta ekki bara allt nema að ræða ójöfnuð og réttláta skiptingu gæða og standa vörðum með svona auðvaldsskipulag? Ég bara varð að koma svo á fráfæri í þessari umræðu. Ég ætla líka að sjóta einu að því ég nefndi Suðurland og þegar það var að tala um að sé eitthvað sveifla og ég meina miðflokkurinn ekki að auka fylgi, sjálfstæðisflokkurinn ekki að auka fylgi, samfylkingin og flokkur fólksins að tapa fylgi getur verið út af almennt flokkur fólksins að tapa fylgi og svo hefur þingmaðurinn í Suðurkjördæmi sem náði stórglæsilegri kosningu síðast verið í sérstökum vandræðum, en samfylkingin að fara úr 20% upp í 34% og það eru fleiri í Suðurkjördæmi sem að segja alltaf kjósa samfylkinguna heldur en sjálfstæðisflokkin og miðflokkin til samans. Og maður liggur að maður getur tekið Framsóknarflokkin með.
Þannig að við erum ekki í þessari bylgju sem að sko Snorri Másson, það bara ekki þannig. En ekki vegna þess að þessi flokkar, ríkisstjórnarflokkar, hafa í rauninni tekið upp stefnu hinna sem við vorum að tala um. Það er harðari útlendingastefna, til dæmis. Það er efnahagslega stefnan er Daði Már er meiri Bjarni Ben heldur en Bjarni Ben sjálfur í rauninni. En hún gengur betur að taka það. Það er ekki eins og sú stefna hafi verið vinsæl sko, að ef þú tekur upp hana þá komi fylgið til þín. Nei, þeir hafa markvisst syns mér unnið því í samfélgjunni að gleypa fylgjendur annarra flokka með því að eins og í þessum málum, í orkumálum, þeir hafa vörpuð frá sér strax stjórnarskrármálunum til þess að fæla ekki frá sér þennan hóp. ESB settu svona á ís í kosningabaráttunni. Tók upp mál Framsóknarhópur. Þetta er svona blerismin sem að þannig að við tökum upp stefnu Íhaldsflokksins, en það er bara skemmtilegra þegar við erum við stjórnvölinn. En við erum með nákvæmlega sömu stefnu og þeir. Þetta er eiginlega blerismin. Já, herri, vopnahlið. Förum nú aðeins þarna. Þetta kemur á eftir aftur hérna íslensku stjórnmálin. En vopnahlið. Hvað er fólk bjartsýnt á þetta haldi? Á maður að gera merki. Þú veist, ég er alveg svona einhvern veginn, ég bara mér finnst það hræðilegt vegna þess að ég verið mjög hugsi yfir, það er búið að semja um eitthvað vopnahlé. Ísraelsmenn eru samt enn að drepa fólk. Það er bara þannig, það komu nýjar tölur í gærkveldi eða í morgun hversu margir hefur verið drepnir eftir að vopnahlé skall á. Það er þannig að ég bara, og líka í ljósi sögunar, þá er ég bara rosalega svartsýn á að þetta við séum að tala um einhvern varanlegan frið. Samanlega síðasta ræðumanni og auðvitað bara vona maður. En það þarf auðvitað miklu meira að eiga sér stað af því þetta er auðvitað ekki eitthvað svona lausn á stöðinni þó þetta sé auðvitað að, hvað getur maður sagt til orða þetta vel, pása hörmungunar ef að gengur. En ég meina stóra málið er samt eftir bara bara réttur Palestínu og öll uppbyggingin sem þarf að fara fram og hvernig málum verði háttað í framtíðinu og hvernig verði nú leyst úr þessu að viðurkenna rétt Palestínu, hvernig en það þarf greinilega að taka þetta eitt skref í einu, þetta bara vonum maður en einmitt, eins og þú segir með við fyrir sögu var ekki í janúar líka, þá var samið eitthvað og ekkert staðið við það. Það var við talið við palestíska konu sem var komin að Gazaborg, það sem hún hafði átt heima og segja bara, þetta borgin, það er ekkert eftir, ekkert, Og það er líka eitt í því sem að, þú veist, þegar maður vinnur með börnum alla daga, þá fer maður kannski stundum að horfa á lífið svolítið frá þeirra sjónarhorni, og þau hafa oft bara svo einfalda og góða lausn á málum. Og ég það kemur stundum fyrir í mínum skóla að barn ákveður að skemma eitthvað. Og það sem við gerum þá er að barni þarf að leggja eitthvað á sig til að lagfæra það. Í það sem ég er búin að sjá af þessum vopnahlés skilmálum, það er ekkert sem segir að Ísraelsmenn eigi að leggja eitthvað á sig til að lagfæra það sem þeir sannarlega ákvaða að skemma. Maður sér engar vísbendingar einhverja stríðskaðabætur eða eitthvað. Það er bara gert ráð fyrir að alþjóðasamfélagi borgi þetta sem ég að sjálfsög ég vil auðvitað gera það sem hægt er til að Palestínumenn geti fengið það sem þeir eiga að fá, en mér finnst skrítið að glæpamaðurinn eigi að gera neitt. Það er góð líking og kannski undirstrikar að kennarinn leyfir skemmdirnar, hann leyfir ofbeldið. Þegar þessi kennari, þá er að tala um þessa heimslögreglu sem við höfum svona litið til, það er að segja Bandaríkin og þá Donald Trump, hann er greinilega og hefur greinilega verið sáttur við það að þetta þjóðamorð hafi átt sér stað. Ég held að aðrir forsetar á undanunum hefðu alltaf stoppað þetta af og beitt til þessu valdi. Það sem er ekki neitt vald, það fyrir fram svo sterkari og með eiginlega bara svona gagnlegast að horfa á þetta til þess að greina þetta að bakka eins og sjá hvaða aðferð verið að nota hana. Aðferðin er að það er verið að ganga mjög langt, ganga fram af öllum og valdbeita, og fyrir sig valdbeita þá er ég að tala um að það verið að drepa og eyðileggja og svo er stoppað. Þá allt í einu er búið að færa til viðmið. Þá allt í einu bara Trump er búin að koma á friði, Netanyahu hefur sæst á þetta en þú veist, fyrir 2 árum þá hefði engum dottið í hug að þetta væri hugsanleiki. En
en svo sko þessi aðferð sem að tala sem svona ég veit ekki hvað nafnið á hún en svona shock and awe og síðan að halda áfram. Það hefur verið að beita henni sko, þetta hefur verið gert í svona mörg ár í Ísrael og Palestínu að það hefur verið að þvinga fólk út í horn, að vera að ganga fram að það, að vera að ögra því og sér þetta bara það er ísraelsk börn á landnema sveðanum að gera þetta við fullorðið fólk, þeir bara svona reyna að framkalla einhver viðbrögð, reyna að gera hinn aðalan sekan. Því ef það bregst við, þá ertu búin að réttlæta að beita hann valdi, að drepa, taka landið. Það er verið að gera þetta í Bandaríkjunum líka. Það er verið að valdbeita mótmælendur og einstaklinga út á götu með þjóðarliðum. Það er verið að gera þetta gagnvart borgurunum, gagnvart ríkjunum. Og þetta er gegnumgangandi aðferð og af því að það er ekkert yfirvald, það er engin kennari. Það er ekkert velviljað vald, vald sem tekur mið af einhverjum hagsmunum þeirra smærri til staðar lengur í heiminum. Þá held ég þetta sé svona módel sem verður notað víðar og mun svolítið breyta heiminum hérðan af held ég. Eins og þegar utanríkisráðherra sagði í tengslum við fréttir af Möggu Stínu sem var einmitt þarna borð. Já, við fylgdum vantanlega öll með því, flest öll með því og hvað sagði hún? Hún sagði eitthvað á við, ég vænti þess að þeir fylgi alþjóðalögum. Stjórn Ísrael, ég bara svona býtu af hverju ættir að vænta þess? Netið var bara logandi, bara býtu af hverju ósköpunum með alla staðreyndirnar sem þú hefur beint fyrir fram að þig, af hverju ættir þú bara að vænta þess að þið fara lögum? Þú veist, það er nú ekki, ég myndi ekki segja skynsemin sé höfðað leiðarljósið þegar þú ert með ákveðnar staðreyndir fyrir fram að þig og segir síðan bara, ég vænti þess að fólk bara fylgi lögum. Það er allavega engin tölfræði sem getur hjálpað þér að rökstyðja þetta. Einmitt, nákvæmlega. Leikjum að vona. Smá reynd. Ég held að sé svona veik vonum að morðunum Linni með svo að ríkisstjórn Trump meti það sem svo að þau hafi ekki stuðning innanlands til þess að styðja þjóðarmorðið áfram. Og þess vegna settur upp þessi það sem hann kallar friðarsamningar en það náttúrulega ekki, það er bara kröfur Ísrael settar hann upp og þjóðarmorðinginn fær allt sem hann bað en sá sem hefur verið að myrða fær ekkert, það er bara uppgjöf þeirra sem að verða fyrir ofbeldinu. En Palestínumennir reyna að bara halda ykkur í lífi í viðræðunum í vonum að það sé hægt að laga þetta, en það er ekkert í því sem hann lagði fram sem getur orðið grunnur af friði fyrir Palestínu. Það er bara að halda það að einhver blaðamannafundur í honum leggja af frelsisbaráttu Palestínumanna þar sem þeir vilja gefa frá sér allt vald yfir eigin lífi. Þetta er bara svo heimskulegt og það mér finnst það að vera sjokk eftir þann fund í Hvíta húsinu að hlusta á ráðamenn í okkar heimsluta koma hvernig að fætur öðru og mæra þetta sem að ég upplifði sem að því að það er kennari þá getum við ekki sagt þetta að vera eins og bara samið í Sjórabekk. Nei, Sjórabekkur hefði aldrei lagt þetta til. Aldrei. Það er ekki að segja það. En þarna var bara hugmyndin svo vitlaus og svo náttúrulega það einhver svona business hugmynd og þeir eru að tala alþjóðasamfélagi að borga þetta. Ég held að Trump sjá þetta fyrir sig, þetta er svona svipað og hvað er þetta Keldnalandið sem á að fjármagna borgarlínuna. Að þeir sjá fyrir sig að þeir eru alltaf að taka land og braska með það, Kushner og Trump og félagar og þar á að koma einhverju svona peningar sem að standa undir uppbyggingunni. Þannig að sömuleyti er þetta einhverju businesskalla sem ætla bara að taka land einna þjóðar og eigna sér það. Sitja yfir eitthvað svona Board of Peace sem er eiginlega svona stjórnarherbyrgi. Þetta er ekki eins og við getum hugsað okkur stjórn eins og ríkisstjórn. Þetta er svona hugsað eins og stjórn yfir fyrirtæki sem á bara að taka þetta yfir. Þetta er náttúrulega talandi um að færa mörkin. Þá eru verið að sjóða okkur svona hægt í pottinum og sérstaklega kannski ráðamenn á Vesturlöndum því að mér finnst almenningur Vesturlöndum standa sig ágætlega sko. En ráðamennir eru bara soðnir sko og þeir láta allt yfir sig ganga alla vitleysun sem kemur frá ríkisstjórn Bandaríkjanna sem að bara eyðileggja Bandaríkin og heiminn. Já. Þetta er ekki góð mynd af þessu. Það verður aldrei friður út á þessu forstöðu. Nei. Það bara getur ekki verið. Herra, svo ef við höldum nú í næsta málaflokk sko. Það eru leikskólar. Það stendur ýmislegt upp á borgina þar.
Það var auðvitað hópur sem var að vinna tillögur og þetta hópur þar sem að fulltrúar samstarfsflokkana voru en líka fulltrúi Sjálfstæðisflokks og Framsóknar sem fengu það verkefni að leggja fram tillögur að því hvernig mætti bæta starfsaðstæður og vinnuumhverfi og svona þessar tillögur fara núna í samráð og þetta ekki orðin hlutur. Mér fannst strax þegar að tillögurnar komu fram og þá var svona eins og að væri búið að innleiða þetta. En þetta bara samráð sem fer í gang, það opnar 15. október, loka 29. október. Það er samtal við foreldra, félög, leikskóla, verkalýðshreyfinguna og svo framvegis. Það er ekki búið ákveðin eina breytingu. Mjög mikilvægt að fá fram. Það auðvitað laðað fram þessar tillögur, en svo þurfum við bara að hlusta á hvað kemur út úr þessu samráð og bara vinna þá út frá því. Og auðvitað bara erum við í ákveðnum veruleika þar sem að það er verið að kalla eftir því að starfsaðstæður verið bættar. Leikskólastarfsfólk auðvitað bara að spyrja hvernig ætlið að gera hlutina betri fyrir okkur sem að störfum á leikskóla og líka bara fyrir velferð barnanna. Að það hefur þurft að grípa til fáliðinnar aðgerða til dæmis í hvað var það 49 af 67 borgarreknum leikskólum á síðasta ári. Og þannig að þetta eru svona tillögur sem eru hugsaðar til að í rauninni auka fyrirsjáanleika, komum veg fyrir fáliðin aðgerðir og að við svona göngum út frá því að við hugsum leikskólan sem fyrst það skólastigið, að við séum að með einhvern ramma utan faglegt starf og þetta í rauninni áhersla á að taka tillit til þeirra sem að mest þurfa á leikskólanum á að halda fyrir sín börn, að það sé ekki verið að hækka gjöld sem sagt á tekjulægstu á einstæða, þau þurfa ekki að taka fara að greiða meira og mér finnst áhugavert líka fólk að líkja þessu saman við Kópavogsleiðina sem ég sé ekki ef við skoðum til dæmis tillögur sem kom úr þessum starfshópi frá Reykjavík og ef við skoðum gjaldskrána eins og hún í Kópavogi og skoðum hópinn sem fær mestan afslátt ef þú ert með barnið þitt eða þú ert einstæð með barnið þitt á leikskóla 8 klukkustundar á dag þá ert að greiða um 6.600 krónur meira í Kópavogi eða það er 8,5 klukkustíma á dag þá ert að greiða 7.600 meira í Kópavogi. Þannig að þetta er bara eitt dæmi sem sýnir að þetta er alls ekki sami hluturinn af því að má þetta ekki velta byrðunum yfir á þau sem að mest þurfa á stuðningnum á að halda og þetta er kannski ýmislegt í þessu tekið viðmiðum sem þarf að skoða og breyta og uppfæra og aðlaga og þú veist, ég myndi bara segja að við erum þetta bara með ákveðna stöðu og þarna er verið að leitast við að í rauninni skoða hvort það sé einhver hópur í samfélaginu, einhverju foreldrar sem hafi tök á því að taka börnin sín fyrir úr leikskóla og til að létta á álaginu og þetta er bara þú veist, það þarf að bregðast við stöðinni með einhverjum hætti. Þetta er langur vinnudagur hjá yngstu börnum, 8 tímar. Það er það sem að ég hef einhvern veginn verið svo ofta að hugsa í þessu samhengi. Það væri svo dásamlegt ef við getum farið með þetta á aðeins, í aðeins víðara samhengi og hugsa þetta út frá vinnudegi 2 til 6 ára barna sem er í mörgum tilvikum 8,5 tími og það er kannski er þetta nú einn partur af því sem við erum síðan að glíma við þegar við erum að reyna að kenna þeim að lesa skilja og orðaforðan og allt þetta að þau eru ekki í þeim tengslum sem þau þurfa á að halda við 1, 2, 3 fullorðna manneskjur til að heilinn í þeim nái að þroskast eins og hann hefur möguleika til. Leikskólar eru, þetta er náttúrulega algjörlega nauðsynleg þjónusta og nauðsynlega stofnanir fyrir okkur. Það má ekki skilja mig þannig, ég vil ekki að börn sé í leikskóla. En 6 tímar á dag fyrir krakka eru frábærir. Það er bara þannig, í nútíma samfélagi þegar þú átt ekki mörg systkini sem að hjálpa til við að ala þau upp og kenna þau viðmið og svona, þú þarft að vera með öðrum börnum til að læra þessa félagsmótun. 6 tímar á dag eru frábærir og hjarta mitt segir ef við getum einhvern veginn stilt upp samfélagi þannig að börn þurfi ekki að vera nema 6 tíma á dag í leikskóla, það væri minn draumur. Ég skil hins vegar auðvitað alveg, fólk þarf að vinna og þú veist, fólk þarf að hafa ofan í sig og allt það. Þannig að, og fyrir mjög marga eru 6 tímar alveg út úr korti í því samhengi. Þess vegna, minn draumur væri að við getum einhvern veginn reynt að finna einhverja leið sem að myndi hafa hagsmuni barnanna fyrst og fremst í forgrunni
En auðvitað, og svo þarf auðvitað starfsfólk til að sinna þessum börnum og stytting vinnuvikunar var alveg skelfilega erfið í þessu samhengi. Hún var bara því að það er ekki hægt að setja ykkur börn á bið, það er bara þannig, þau þurfa að sína þjónustof meðan þau eru, þannig að þetta er svona flókið samhengi sem ég skil vel að fólk sé að reyna að bardúsa í, en ég er sannfærð að 6 tíma vist í leikskóla væri frábær fyrir alla. Jón, þú ekki með barn á leikskóla? Nei, það er nú í grunnskóla. Útskrifaður. Og svo er einhver komið enn lengra. En það sem ég svolítið hjá eftir í þessu er einmitt að það eru tekjuviðmið þarna sem er 9,5 milljón í árslaun fyrir einstaklinga og 12 milljónir í árslaun fyrir pör. Þar sem að þú greiðir töluvert hærra þegar þú ferð yfir þessi viðmið. Maður er fljótur að reikna 12 milljónir fyrir par, það er 500.000 í mánaðarlaun á mann. 9,5 milljónin er töluvert langt undir meðallaunum á Íslandi og laun eru hærri í Reykjavík heldur en að meðaltali á Íslandi. Þannig að og svo getum við talað um miðgildislaun sem eru reglulega miðgildislaun eru þarna einhvers staðar á þessu sama bíli og tekjum við með líkur. Þannig að fyrir svona millitekju fólk, svona þessa algenga fjölskyldumynstur, hvort sem er einstaklingar eða ekki, þá er þetta í að borga meira og munurinn er alveg töluverð, þú getur lækkað og þú fær 25% afslátt ef þú sækir barnið klukkan 2 á föstudegi. Maður hefur svo sem alltaf náð þeim áfanga að geta hægt að vinna klukkan 2 á föstudögum, en eflaust fyrir einhver miðflokksmanna Sandra er það hægt. En þannig eftir að fæðingartíðinu, þetta er þetta flókið orsakasamhengi þessu við erum að tala hana, en vissulega eru Íslendingar borga frekar lítið fyrir leikskóla með margar aðra þjóðir, en millitekju fólk á Íslandi fær og fólk með hærri tekjur fær náttúrulega litlar sem einhver barnabætur eftir ákveðið viðmið, ólíkt Norðurlöndunum, þar sem að það er ekki allstaðar tekið skerðingar á barnabótum og það er verið að búa til þetta. Ég skil fullkomlega þá leið að draga úr hækkunum á lágtekjufólkið og að þetta sé nú kannski takmarka tekjur sem þú ert að hafa Reykjavíkurborg þar að segja, en þarna ertu aftur með dæmið þar sem að þú býr til efnahagslega hvata gegn því að fólk sem er í álagsvinnu sé með börn, hver sem hvatin er, hvað sem var til þess að fæðingartíðinni hrundi á Vesturlöndum. Ég held að þetta sé eitthvað miklu stærra og þetta er eitt lítið púslinn í því, en bara í veruleika það sem að fólk er kannski með hækkandi tekjur, en húsnæðiskostnaður náttúrulega er búin að æða fram alveg, hækka fjórðung, þriðjunga raunvirði á nokkrum árum. Og þetta fólk sem á mörg börn og er jafnvel með fína tekjur, það er ekkert í auðvildri stöðu í dag þó að kaupmáttur sé að aukast og þetta leggst einhver leyti ofan á það, en ég held að þetta verður nú kannski ekki úrslita ástæða fyrir fólk til þess að eignast börn eða ekki. En svo þarf líka að hugsa samhengið, af því það þarf auðvitað starfsfólk á þessa leikskóla og það þarf líka að hugsa það samhengi, finnst mér, og það er mikið af ófaglærðu starfsfólki á leikskólum sem bara vinnur fínt starfskili og allt það, ég er ekki að tala um það, en það starfsfólk þarf á kannski líka börn, þannig að þetta er alveg svolítið flókin mynd. Ég skil ykkur vel hjá borginni að vera að reyna eitthvað að reyna að lagfæra þetta kerfi, því það er streituvaldandi eins og það er bæði fyrir foreldra og þá sem starfa í leikskólum. Þetta er eins og einmitt ég las einhverja athugasemdum að ég var að gera með þessu, með því að leggja þetta fram eða vera einn svona tillöguflytjandi sem var endur ekki í þessum starfshóp, en
að ég væri raun að vinna gegn markmiðina því ég var svo mikið að tala hérna einstæða foreldra, einstæða maður og fátæka maður og þarna væri ég að sko dempa öllu á þær en ég meina sem bara einstæðar móður sem vann á leikskóla það hef ég alveg verið til í að sjá mömmu mína oftar og hún var kannski, þú veist, ef hún hefði verið búin klukkan 2 á föstudögum, það hefði alveg verið fínt að verja einhverjum tíma með henni annað en að koma á leikskólan og horfa hana að vinna og bíða eftir að hún verið búin að vinna. Þú veist, það eru alls konar þræðir í þessu og það eru þetta svo margt sem þarf að koma til og þetta eru við að hugsa, þú veist, núna eru við náttúrulega að hlusta meðal annars á leikskólastarfsfólk sem bara ætla ekkert að gera neitt hérna fyrir okkur með við stöðuna sem uppi og þetta hefur maður alls konar hugmyndir hvernig mann finnst að leikskóla stigið eigi að þróast, hvernig það eigi að líta út og svo bara mæti maður í veruleikan sem að er ekkert alltaf að gera manni auðvelt fyrir að ná að innlega þær hugmyndir. Það ýmislegt eins og fæðingarorlof, lengd þess, ætlar ríkið að koma inn í þetta. Þó að við séum, þú veist, kannski búin að stytta vinnuvikuna, hvernig ætlum við að gera það gagnvart þeim fjölskyldum sem ekki með styttri vinnuviku. Þú veist, hvernig ætlum við að mæta því að þessi 36 tíma vinnuskylda en það bara miklu meira hjá öðrum. Þú veist, það eru alls konar þræðir sem þarf að hafa í huga og ég held að sé bara mjög gott að leggja fram einhverju hugmyndir að einhverju laust, svo getum við rætt það og við sjáum hvað kemur út úr því og þú veist, það eru þetta alls konar gagnrýni og það eru sumir sem að taka líka bara undir þetta og finnst þetta mjög gott og ég held við þurfum líka bara að átta okkur á því að við erum, þú veist, þó við viljum kannski eins og ég myndi vilja gjaldfrjálsa leikskóla sem sósíalisti og mér finnst þetta bara við að gera allt sem við getum til að þetta sé bara öflugt fyrsta skólastig en svo bara mætum maður í þeim veruleika, það ekki endilega hægt að, þú veist, innleiða sósíalískar hugmyndir í landi sem ekki sósíalist, bara svo ég tala út frá þeim áherslupunktum, þannig að þetta þarf bara að hugsa hvernig getum við gert þetta betra og hvernig eins og með fyrirsjáanleikan, þú veist, betra kannski að vita fyrirfram, leikskólinn, þú veist það hærra gjald á þessum tíma, ég ætla að reyna að sjá hvort ég geti minkað vistunartíman eða betra að fá símtalið með skömmu fyrirvara, bara núna þarftu að koma ná í barnið og þú verður bara að redda því einhvern veginn, hvernig. Það alls konar í þessu. Já, þetta er svona mál sem við ættum kannski að leysa í Laugardalshöllinni, safna saman fólki og tala okkur niður á einhverja niðurstöðu því að þannig skilin eftir vandi. Það var vandið þannig að starfsaðstöður voru óbærilegar. Einhver leiti. Launin lág og þarfndugutunum og vinnutíma og langur og það lagað og til þess að mæta þeim þá myndi maður hugsa sér svo, já, það þýðir kannski 20% aukin útgjöld fyrir sveitarfélögin vegna þess að þá verður að hafa kannski svona 1,3 vaktir til þess að halda óbreyttum opnunartíma. Sveitarfélögin ráð ekki við það og ríkið hefur engan áhuga á því að koma þar á móti. Ríkið hefur engan áhuga á því að fylla upp í gatið á milli fæðingarorlofs og leikskólana þannig að vandinum ítt áfram og honum ítt yfir á foreldrakynslóðina sem ég held að sé niðurstaða sem hlýtur að teljast vera bara ömurleg að vera auka álög á foreldrakynsluna því að ef við horfum á síðustu svona 20-30 árin þá hefur orðið svona fjárhagsleg stöðnun eða sko foreldrakynsluðin stendur núna veikara gagnvart öðrum kynslóðum heldur en hefur nokkurn tímann verið sem við munum eftir. Og ástæðan svo náttúrulega við búum í samfélagi sem hefur brotið niður stuðningskerfin að barnabótakerfið hefur verið svona fiskið núna á að innheimta meiri gjöld á leikskólunum vaxtabótakerfið sem náttúrulega hjálpaði þeim mest sem að voru að koma inn á markaðinn sem eru þá foreldrakynslóðin. Það var eyðilagt. Foreldrakynslóðin núna ef við værum með að Hagstofan hefði áhuga á því að teikna upp einhvern veginn hvernig íslenskt samfélag væri, þá værum við með kannanir sem myndu sýna það að foreldrakynslóðin með miklu hærri húsnæðiskostnað heldur en eldri kynslóður. Og munurinn væri miklu meiri heldur en var fyrir 20 árum eða 30 árum þannig að húsnæðiskerfið okkar að auka gliðnun á milli kynslóða. Velferðarkerfið byggði að sumuleitu upp þannig að þú áttir að borga skatta þegar þú hafðir mestu tekjurnar og mest umleikist til þess að verða að færa á milli kynslóða þannig að þú fengir stuðning þegar þú værir kannski með minni tekjur en meiri framfærslubiðni þegar þú ættir börnin, þegar þú værir kannski námi þannig að við værum með námslánakerfið sem myndi styðja fólk frá fátækra heimilum til þess að sækja sér nám. Við erum búin að eyðileggja það. Þannig að með þessu, því miður, þá er þetta enn eitt dæmi það sem er verið að flytja skattheimtu
á fólk sem ætti síst að innheimta skattana. Við ættum að vera að innheimta skattana á fólki sem bara velsett og býr kannski í skuldlausum íbúðum yfir 60 ef við viljum sækja þetta í tekjuskattin. Við ættum að sækja þetta til fjármagnstekju skattsins þar sem að þau borga ekki svona til sveitarfélagana sem að reka leikskólana. Við ættum að vera að hugsa eitthvað svoleiðis. En að niðurstaðan sé svo að við séum að auka enn á afkomu mun á milli kynslóða inn í velferðarkerfinu okkar. Mér finnst það bara slæm niðurstaða. En þetta er allir í einhver neyðarleik og allir segja þetta bara neyðarástand, við verðum að gera eitthvað. Og þegar þú segir alltaf við verðum að gera eitthvað, við verðum bara að gera eitthvað, þá kemur einhver og segir hérna er eitthvað, það er best að gera það. En það er aldrei besti kosturinn. Nei. En já, ég held að elsta kynslóðin að við sem erum komin á þennan aldur að það ég held að þetta er ekkert góðsinn tíð. Það er þetta að sýna ágjöfum alla, en það er þetta að sýna framfærslu kostnaður er minni þegar börnin er farin að heiman. Fólk eru með hærri lífstekjurnar eru svona upp úr 50-60, þar er minnsti húsnæðiskostnaðurinn. Það er bara þannig og það hefur komið fram í könnunum Vörðu og eitthvað fleira að fólki sem hefur það bara helviti gott á Íslandi er frekar eldra fólk, það er ekki barnakynslóðin. Þannig er staðan. Og þannig að ég held að við erum líka að horfa svolítið á það, þó að megi ekki styggja gamla fólki að það hætta að kjósa okkur, en það verður bara einhver að hafa kjark til að segja það, að kannski verður við að bara breyta skattkerfinu okkar, því að börnin, við eigum sama börnin að einhverju leyti, og við erum alveg upp, en svo snýst umræðan oft, að sá sem að vill hafa lengri opnunartíma til þess að ég geti unni fyrir fjölskyldu minni og ég verð að vera í 9 tíma í vinnunni og svo þarf ég að komast og sækja barnið og ég er einstæð og ég er í 3 vinnum til þess að bara hafa í mig á og til þess að geta veitt barninu þar sem að barnið gerir kröfu á mig út úr samfélaginu sem kemur út úr skólanum þar sem allir vilja vera í einhverjum dýrum fötum og ég þarf að borga inn í kaupa búninga í íþróttafélagið og ég þarf að gera hitt og þetta og ég bara verða að fá þessa þjónustu og þá kemur fólk og segir, ég meina börn get ekki unnið svona langa vinnunda og ég meina hvað ertu vonduðu börn, vill ekki bara hafa barnið bara 6 tíma á leikskólanum, það er ekki bara nóg og þá þú allir orðið vond manneskja og svo segir einhver að við vorum að gera eitthvað í þessu og þá segir allar að brjóta niður atvinnuþátttöku kvenna og allir erum við komið með svona kultúríska deilu utanum eitthvað sem að ég myndi halda að væri bara svona efnahagslegt úrlausnarefni. Það er auðvitað fáránlegt að við séum til dæmis börn á leikskólum sem eiga kannski foreldrar sem hafa tekið sínar helst af fjármagni, eru bara fjármagnseigendur í góðri stöðu og borga ekki til nær samfélagsins. Það er auðvitað fáránlegt að við séum að reyna að byggja upp góð og áreiðanlega kerfi, samfélagslega stofnanir sem við viljum að séu bara glæsileg, sem við viljum að séu bara í góðu húsnæði, það sé plást, það sé ekki mygla, það sé ekki rakið, það sé bara laga það sem þurfa að laga, það sé nægt rými, það sé ekki að mitt börnin inn í veggjunum, þannig að þetta er fáránlegt að vera alltaf fastur í einhverju svona stöðu þar sem við erum búin að sætta okkur við það ríkasta fólki að greiða hlutfallslega minnst til nærsamfélagsins þrátt fyrir það að noti alla saman þjónustu og allir hinnir. Já, og jafnvel svo frekast á það krefjast þjónustu. Og ábyrgðarleysi og ríkinu líka að skilja sveitarfélögin eftir í þessu. Eins og skilja sveitarfélögin eftir því að verða að selja lóðir á uppboði. Hvað þýðir það? Það þýðir sá sem er að kaupa húsnæðið eða leigja húsnæðið, hann þarf að borga skattinn. Akkur ekki bara útluta lóðum eins og var gert bara fyrir 30 árum. En þetta er líka flóki myndið svo varst að tala áðan með allt sem þarf að gera fyrir börn og svona að því viðmið hafa, það er ekki bara það er ekki bara húsnæðiskostnaðurinn og allt þetta sem hefur breyst viðmiðum hvað er ásættanlegu lífstíl hafa líka breyst gríðarlega mikið og það er ekkert að taka það tilbaka með einhverju tilskipun það er bara Nei, ég held að skipti máli við erum að búa í menningu sem hefur þrek til að standast það. Við getum ekki látið bara smartlanda að segja okkur hvernig gott líf er. Hvaða aumingjaskapur er það? Að láta fyrirferðina í þessu svona eyðslu trillingi vaða svona yfir menningun okkar. Nú gifta sig bara allir í einhverjum köstulum og eitthvað svona, það er bara maður er að lesa eitthvað svona og maður hugsa býtu, er þetta landið sem ég bý í? Ég þekki bara engan sem gifti sig í kastala. Næst farið fyrir fólk að gifta sig líklega í svona auðmannaferðum út fyrir guðuhvolfið. Ég býtti fréttum fyrir á landsfundi Miðflokksins en hengi ykkur eitthvað illa að telja en hér er transkona mætti á landsþingið og henni var sagt að hún væri skömm við kvenþjóðina þegar hún mætti á skömm fyrir kvenþjóðina þannig að
Þetta heilbrigð skynsemi ekki. Já. Já. Róttækjarökíkan nær náttúrulega ekki yfir þetta, það ekki, manngæska ekki í raun rökleg. Nei. Og það sé til alls konar kenningar í siðfræði og svoleiðis sem þetta rekið sér fara. Á endanum með að ferðu alveg niður að rót, þá er það bara ákvörðun hver í hópnum og það er að verða svolítið svona meira ríkjandi stjórnmálastefna í Bandaríkjunum og virðist vera hér líka að hópurinn sé þrengri og þrengri. Það er bara við sem þú veist, við einhverjir ákveðin útgáfa af Íslendingum og svo ertu komið lengur og þá er í rauninni orðin ákveðin synd að samkvæmt kenningum sem eru núna í kristna hægrinu í Bandaríkjunum, þú ert í rauninni syndur ef þú ert að sína ómikla samkennd eða svona empathy, þá ertu að fórna sjálfu þér og það er ósiðlegt. En varðandi leikskólamanni þá er þetta náttúrulega bara ákveðin raunveruleiki sem maður stendur í. Barnið er búið á leikskóla og þar hefur það fengið ákveðna upplifun, kennslu og lífsfyllingu í einhverju formi og svo er margt sem samfélagi hefur ákveðið sem hefur áhrif á næstu skref. Þegar maður, þú veist, ég volst upp á Flateyri fyrir vestan, maður fór bara eitthvað, gerði bara eitthvað, maður var bara frjáls. Þá er þetta meira formað í borginni. Börn eru líka minna og minna að leika sér úti samkvæmt einhverjum mælikvörðum sko. En í dag þá eru börn mikið að fara heim kannski í síma eða spjaldtölvu eða eitthvað þannig. Við erum með borgarskipulag sem gengur svona meira út á þétta byggðum, náttúrulega skynsamlegt að þétta byggð á mjög marga mælikvarða. En svo spyr maður sig hvar eru svæðin fyrir börnin, hvar eru grænu svæðin. Það er nýtt hverfi sem er búið að hanna upp á Höfða sem ég fjallaði fyrir 2-3 árum að þar er sko einhver fordæmalaus þétting á byggð á ákveðnu svæði. Þar voru skipulögð leiksvæði fyrir börn inn á milli byggingana og þegar maður sá sko hversu lengi er sól á þessum leiksvæðum á venjulegum degi, þá var það yfirleitt ekki nokkur svæði þar sem leiksvæði, þar sem var aldrei nein sól nema alveg yfir hásumarið kannski. Þannig að þú ert í skugga með leiksvæði. Mér hefur svona persónulega þótt kannski vanta upp á það sem verið að skipuleggja meira almannagæði í borgarrýminu. Þegar þú kemur úr sækir barnið þitt á leikskóla, það er einmitt það sem að þú getur gert, en í svona staðalari mynd hversdagslífs í dag þá ertu að fara af leikskólanum inn í blokkaríbúð og það eru skjáir og svoleiðis og svo ertu með foreldra sem náttúrulega eru á einhverjum úlfatíma og eru að reyna að sinna hinum með þessum verkefnum og þetta er einhvern veginn sko svo miklu stærra spursmál. Það er bara allt samfélagi hefur svolítið svona fært sig inn í eitthvað form sem virðist ekki fullkomlega vera að ganga upp og það er engin ein lausn að þetta er bara svona þverfaglegt viðfangsefni. Má ég sko minna þetta mér að því niðurstöður mælinga PISA-rannsóknarinnar sína að íslensk börn virðast hafa minni samkennd heldur en víða annars staðar heldur en eitthvað meðaltal. Og ég hef verið að hugsa oft af hverju hafa börnin okkar virðast þau hafa minni samkennd og þá alla kenningar leik barna þennan frjálsa leik sem fer fram án þess að það sé ykkur fullorðin sem skipuleggur hana, þú veist, nú átt að gera þetta og svo átt að gera hitt og svo framvegis. Leikur barna hefur meðal annars þann tilgang að byggja upp samkennd. Ég meina leikur er ekki bara eitthvað, það að börn leiki sér, þá eru þau að byggja upp ákveðin þroska og meðal annars að byggja upp samkennd og ég hef oft verið að hugsa að börn sem eru bara alltaf í einhverju skipulögu starfi að það er mögulega, þetta er bara hugmynd, verið að taka af þeim ákveðin þroska tækifæri og þess vegna kannski mælist samkennd minni. Hefði það komin úrslit? Hver haldið það? Snorri var formar. Með miklu meðferð. Með 76% atkvæða. Það er greiddir atkvæða
hann fekk 76 á móti 24 á Ingibjörgu. En á ekki eftir að ákveða líka þingflokksformann? Allir Bergþór snúi ekki aftur í það bara. En Það hefur verið ekki ferð til fjár hjá honum. Hann hefði alltaf hætta þessi þingflokksformaður og verða varaformaður en hann sagði, mér heyrðist hann segja þetta í gær, þetta hefði verið svona samkomulag, að hann sagði að flokksmenn vildu endurnýjun í forystunni en vildu líka hann væri áfram í þinginu blóður upp á öxlum. Blóður upp á öxlum. Það er eiginlega lýsing á starfi þingflokksformanns. Þannig að mér heyrðist þetta sé samkomulag þeirra bara. Það er samt alveg ótrúlegt að maðurinn segir opinberlega sér og svo nær ekki verið að varaformar þá verið aftur skipað þingflokksformar. Já. Það er alltaf gleymist eftir kortir. Við strákarnir, við ætlum bara að hafa þetta ákveðin hátt. En mér veist sem hérna var sagt hvernig Reykjavík er verið að byggja. Þá er það náttúrulega þannig að þetta var keyrt áfram af vilja verktaka og það var eftirspurn og til dæmis íbúðir niðri í bæ seldust á hærra verði og verktakarnir vildu byggja þar og þétting byggðar snerist það. Og þess vegna var svo tróðið eins miklu byggingamagn og mögulegt var inn á alla baklóðirnar á Laugaveginum og Njálsgötunni fyrst og svo með fram sjónum og allt það. Ég man eftir könnun sem Ármann í Ármannsfelli var að tala fyrir bara 40 árum eitthvað. Þá sann að 40% af þeim sem kemur til hans að leita húsnæði vildi búa niður í bæ. Og þetta var svolítið gert og þar verður til ákveðið svona byggingarstíl sem að tróða eins miklu hægt og að koma allir þessi skuggagarðar og eitthvað fleira. Svo heldur þetta áfram úti á flugvallarsvæðið og núna leiðinni hingað upp eftir eitthvað og komið upp á Höfða. Komið í Kópavoginn í hverfi sem heitir eitthvað 201 Kópavogur, það sem held ég mesta skuggavarpið af öllum. Og þetta drifið áfram bara af, fólki vill þetta ekki. Fólk er ekki beðið þetta. Þetta er ekki íbúður eins og fólk vill búa í. Margir sem að búa þannig að kvarta yfir því að vanti bílastæði, vanti geymslu eða það er bara ljós frá einni hlið og það eru skuggi í garðinum og svona auðvitað ekki fólki sem býrðar það vil ekki tala um það af því þú vilt ekki tala niður verðmæti eignarinnar en þetta er svona þróun á byggð sem hefur verið keyrð áfram af einu svokölluðu peningaöflum sem að öllu ráða hér. Þess vegna er ég mjög spennt að sjá bíð óþreyjufull eftir niðurstöðum hvernig við getum byggt meira með verkalýðshreyfingunni þannig að þau séu meira að koma að uppbyggingu og við séum að fjölga íbúðum sem að verkalýðshreyfingin er að byggja í samvinnu við Reykjavíkurborg og við sjáum líka eins og þú veist þessi uppbygging þetta er oft svo grátt og svart og brúnt og það hefur örugglega ekki jákvæð áhrif á okkur sko. Ég veit að það er einhverju svona staðlar sem að ráða því hvernig þetta verður á litin og eitthvað ég er nú ekki en þegar maður sér svona liti þú veist það gerir bara svo mikið fyrir sálina sjá þarna lista skólan og sjá þarna í Laugardalnum held ég svona litríkar íbúður og svo líka Vesturbænum Bjargsíbúðurnar held ég þetta sé nú það er mjög sorglegt að sjá það af því að þegar ég var ungur þá var ekki byggður þannig að það var byggt hátt upp á hæðunum það er svona Sólimablokkinnar og Laugarásina og svo læra þannig allir hefðu sko fjallasýn síðan snýrist þetta við þarna með Skúlagötunni það sem er bara byggt fyrir henni ríku byggja fyrir henni að fátakari og Kirkjusandur er náttúrulega svona dæmi það þar eru dýru íbúðurnar eru við sjávar eða Sæbrautina og svo koma þessar litskrúðu og skemmtilegu hús sem að Bjarg er að byggja bakvið þetta ætti að vera öfugt sko. Alveg rétt. Þetta er ákveðin misskipting í borgarskipulagi. Það er búið að selja þessina. Og almannagæðinum leiðir minka og þetta eru sviftur svona einhverjum svona sálfræðilegum áhrifum sem eru æskileg. Þetta er eitthvað svo mikið frekjugangur í Sæbrautina. Hotninu en svo eru íbúðir þarna lengra. Markaðsvæðing útsýnis. Fólk vinnur við tölvu sko. Þar er best útsýnið. En sko bara, þú veist, ég bara alltaf þegar kemur einhver blokk eða bygging sem er ekki grá eða svört, þú veist, af hverju ég bara, ég bara dansa heima mér þegar ég sé einhver svona íbúð sem er litrík, ég bara af því þetta er bara, ég skil ekki alveg þess að grá, brúnu, drapplutu, svörtu stemmingu sem er í gangi, ég bara persónulega skil það ekki, getur verið að einhverjum finnst þetta bara mjög stílhreint og eitthvað, en ég skil ekki alveg. Kannski erum við eitthvað svona dauðakúltúr bara. Ég sá að því að myndlistaskólinn í Reykjavík er að koma á Hlemmi í gamla Egils Jakobssonar húsið og þau máluðu það í ýmsum litum og ég bara teki eftir í hvað fólk er rosalega ánægt að sjá bara að kokksgrái liturinn hann er ekki alveg ríkjandi. Það brosir bara út af eyrum þegar maður gengur þarna fram. Það er bara þannig. Bara eitt hús sko.
Nú erum við búin að vera gott betur en venja Smári, vilt þú koma ykkur máli að? Nei. Erum við búin að fara yfir þetta? Miðflokkurinn tók svolítið. Eðlilega? Já, ég hef nefnilega, mér langaði svo að tala þjóðaratkvæðagreiðslur, en við kannski bara fáum eitthvað annað tækifæri til þess. Því að það sem ég er ána með að ríkisstjórnin okkar skuli ætla að halda þjóðaratkvæðagreiðslu áframhald viðræðna við ESB. Ég er mjög ána með það, en það sem ég skil ekki og er ekki búin að sjá alveg hvernig vegum að geta gert. Hvernig ætlar ríkisstjórn að leggja af stað í þjóðaratkvæðagreiðslu þegar ekki er búið að afgreiða niðurstöður úr síðustu þjóðaratkvæðagreiðslu sem haldin var á Íslandi? Ég hef mjög mikinn áhuga á þessari samræðu og við erum nú að reyna í stjórnarskrárfélaginu að fá samtöl við stjórnmálamenn þetta vegna þess að mér finnst þetta mjög áhugavert hvernig ætla þau að nálgast þetta? Og vera líka trúverðug. Vilji þjóðarinnar, hvenær gildir hann? Já, gildir hann bara þegar við erum sammála niðurstöðinni. Heilbrigð skynsemi ráðin. Það hún, enn og aftur. Hér skulum bara þetta. Jón Trausti, ritstjóri Heimildarinnar. Nei. Framkvæmdastjóri. Framkvæmdastjóri Heimildar, ritstjóri Mannlífs. Og Sanna Magdalena Mörtóttir, forseti borgarstjórnar og Jóna Benediktsdóttir formaður stjórnarskrárfélagsins. Það dæmist okkur að sitja áfram. Við ætlum að spjalla. Svo vona á Sigurði Inga Jóhanssoni, formanni Framsóknarflokksins. Ég ætla að tala við hann. Sem er brot úr Miðflokknum. Nei, það er auðvitað. Það kemur ljós þetta. Smá auglýsingar, svo komum við aftur. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Húnavellir gistihús, gisting og tjaldstæði á góðu verði, morgunmatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgangað öllu sem tilheyrir gistihúsi. Upplýsingar í símum 848 7012 og 861 2319. Tölvupóstur hunavellir@hunavellir.is. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook.